Nú þegar Þór og félagar koma til útgerðarloka þá þar mikið partí og íþróttakeppni og útgerðarloki hefur þetta heyrt Þór og veit að hann mikill kappi og vill vera mikill kappi og hann ætlar sér að gera lítið úr Þór hann útgerðarloki. Og honum tekst það þegar Þór og hans föruneti þeir keppa allir í íþróttaleikunum hjá honum útgerðarloka en tapa fyrir þeim sem keppa úr liði útgerðarloka. Af því að hann beitir nefnilega göldrum og svindli. Þannig að þó þessi útgerðarloki sé ekki Loki Laufeyjarson, sem þetta róperi ásina þá þeir báðir eiga það sameiginlegt að þeir beita svona sjónhverfingum og svindli. Nú þrautirnar sem þeir keppa í að fyrst það Loki sem að keppir í áti, bara kappáti, en Logi sem úr liði útgerðarloka, hann vinnur. Svo Þjálfi, bóndasonurinn sem með Þóri í för hann rosalega góður að hlaupa, hann hleypur rosa hratt, en hann keppir í spretthlaupi við Huga, sem úr liði útgerðarloka, en Hugi vinnur kapphlaupið. Svo kemur Þór sjálfur og hann keppir í drykkju og hann þetta geta drukkið rosalega mikið, en honum tekst ekki að tæma eitt risastórt horn, jafnvel þótt hann reynir það þrisvar, þið sjá hérna myndinni hvernig Þór með hornið. Svo keppir Þór aftur, þá hann að lyfta ketti frá jörðu, þannig að kötturinn sleppi öllum 4 fótunum frá jörðinni, en honum tekst það ekki og hvað sem hann reynir. Hér séu mynd af Þóra reyna að lyfta kettinum. Og loks keppir Þór aftur í glímu við gamla kettlingu sem heitir Elli. Og hún náði næstu að fella Þór, ekki þó alveg næstu, en hann kom engu bragð á hana, hún bara hefur yfirhöndina í þeirra glímu. Og þetta náttúrulega alveg glata fyrir Þór, mikil hneisa því að Þór sterkasta goðið og mikil hetja og svona bardagagaur og honum finnst náttúrulega að honum að takast þetta allt saman en það gengur ekki. Eftir þessa íþróttaleiki þá gista Þór og félagar í höllinni í útgerðarloka og daginn eftir þá segir útgerðarloki Þór sannleikann þetta allt saman að það hafi verið brauð í tafli og segir hann fyrst að hann hafi verið skrýmir. Þessi sem þeir hitta á leiðinni í jötunni það var útgerðarloki í dularkerfi og hann hafði beitt rosalegum sjónhverfingum. Hann þoldi ekkert hamarsökin þegar Þór var að lemja hann í hausnum með mjölni. Heldur gerði hann þær sjónhverfingar að í rauninni var Þór að lemja í einhverja í kletta á lönd og svona. Og þar væri núna djúpir dalir þannig að hamarinn hefði skilið aldeilis eftir sér mark í landslæginu. Þannig að hann hefði beitt þessu sjónhverfingum að Þór hélt hann væri að lemja í hausinn á Grími eða útgerðarloka en hann var í rauninni bara að lemja í landið. Það eru sjónhverfingar útgerðarloka í þessu. Þannig að Mjölnir eru þetta frábær hamar. Og svo voru þrautirnar í íþróttaleikunum þeir voru líka galdrar, fjölkingi þýr galdrar. Þessi Logi sem að keppti í kappáti við Loka Laufeyjarson, hann var villi eldur og hann vann því að hann brenndi upp allan matinn. Þess vegna tókst honum að borða matinn miklu hraðar en Loka, en í rauninni þá var bara eldurinn að brenna matinn. Og Hugi sem keppti í kapphlaupinu við Þjálfa og vann hann, það hugur útgerðarloka og hugurinn getur ferðast hraðar en spretthlauparinn. Og þegar Þór var að drekka af horni útgerðarloka sem honum tókst ekki að klára, þá var annar endi hornsins út á hafi þannig að Þór var að drekka af sjónum og það var bara endalaust í rauninni flæði. Og hann var svo duglegur að drekka í rauninni að það tapaðist rosa mikið af hafinu og þess vegna eru fjörur við sjóinn, segir sagan. Og svo það kötturinn sem að Þór var að reyna að lyfta hann og gat ómögulega lyft öllum 4 löppurum frá jörðinni, var í rauninni miðgarðsormurinn í dularkerfi og miðgarðsormurinn hrikalega ófreskja, rosa stór og mikil. Þannig að það var ekkert smáræði, það var ekki skrýtið, honum hafi ekki tekist það alveg. Og svo þessi gamla kelling sem að Þór var að glíma við, hún var í rauninni Ellin sjálf, bara gamall aldur, Ellin persónugerð og Ellin alltaf sigrar alla að lokum, þannig að hann var ómögulegt að sigra Ellina, allir verða einhvern tímann gamlir. Og þegar Þór hefði heyrt alla þessa sögu, þá var hann alveg brjálaður og grípur til hamarsins síns, Mjölnis, og ætlar aldeilis að lúskra þarna á útgerðarloka, en þegar að áður en hann tekst það, þá útgerðarloki bara á bak á burt og öll höllin, þetta voru bara sjónhverfingar. Útgerðarloki greinilega mjög góður í þessum fréttum og svikum.